Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag sjómannadagurinn og vil ég óska öllum sjómönnum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn. Þema dagsins að sjálfsögðu helgað sjómönnum. Lexían hefst á þessum orðum. Þakkið Drottni því að hann góður, því miskunn hans varir að eilífu. Í pistlinum lenti Páll í hrakningum á sjó og í guðspjallinu stillti Jesús storminn. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Hér áður þótti sjálfsagt að sjómenn færu með bæn áður en þeir legðu í róður og ég fann þessa sjóferðabæn á netinu. Almáttugi Guð, hafdjúpin í hendi þinni, veður og öldur á valdi þínu, líf mitt og allir hagir mínir eru í þinni umsjá og það veit ég af orði þínu að þú lætur þér annt mig. Þú hefur verndað mig og vakað yfir vegum mínum, þó ég hafi oft vikið frá þér og hrygt heilagt föður hjartað. Ég þakka þér gæsku þína, góði Guð, ég bið þig að fyrirgefa mig brot mín og bresti og leiða mig á rétta vegu. Ég fel þér skipið og alla sem á því eru, gjör þú ferðina góða og farsæla. Ég fel þér öll mín áform og fyrirtæki, ég fel þér heimili mitt og ástvini, vak yfir okkur öllum, allar stundir og varðveit okkur hjá þér í þeirri trú sem tengir okkur þér í lífi og dauða. Amen. Já, tímarnir hafa breyst og mér vitanlega fara skipstjórar ekki lengur með sjóferðabænir. Sjómennskan enn jafn hættuleg og áður, þó að skipin hafi stækkað, veðurspár séu nákvæmari, öll tæki öruggari og samband tryggara við önnur skip og í land. En þá verður hafið jafn úfið og öldur verða sem himinhá fjöll. Þrátt fyrir þessar hættur og þrátt fyrir fjarveru frá heimilum hefur alltaf svifið einhver ævintýrabragur yfir sjómennskunni. Ég man þá tíma sem sjómannskona þegar eina sambandið var í gegnum radíó. Það var happa og glappa að það væri hægt að hringja heim eða fá fréttir af skipinu og stundum að tala skiptitali. Ég man eftir áhyggjunum í vondum vetraveðrum og held að þá hafi fleiri en ég haldið fast í bænina. Á þessum tímum var ekki hægt að reikna út landlegur, sumafrí og ekki öruggt að skipið yrði heima á jólum. Inniveran var 30 klukkustundir og frí þýddu launalaus leyfi. Þetta mátti breytast og tæknin í dag býður sjómönnum upp á meira samband við fjölskylduna fyrir utan öll önnur þægindi. En við skulum hverfa til biblíulegra tíma. Í guðspjallinu voru menn sennilega á opnum báti á Galilíuvatni. Guðspjallið úr Matteusi og hljóðar svo. Nú fór Jesús í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn, en Jesús svaf. Þeir fara til hans og vekja hann og segja, Drottinn, bjarga þú okkur, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þið hræddir, þið trúlitlir. Síðan reis hann upp, hastaði á vindinn og vatnið og varð stilli logn. Menn undruðust og sögðu, hvílíkur maður þetta, jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Já, textar dagsins fjalla ferðalög á sjó. Það stytti mönnum vegalengdir og sparaði tíma að geta siglt yfir vötn og höf. En þó vatnsflöturinn sé spegilfagur og saklaus í góðu veðri, þá hann hinn versta ógn og skaðræði í fárviðri. Náttúruöflin getur enginn maður hamið. Þetta vissu lærisveinarnir og þegar hvessti urðu þeir hræddir.
Þeir þekktu Galíleu vatn sem var þekkt fyrir skyndilega og ofsafengna storma. Þá kemur vindurinn úr norðri niður í Jórdándalinn í gegnum þröngt gil sem eykur vindhraðann og gerir siglingar þarna óöruggar. Það hvessti skyndilega en Jesús svaf rólegur. Lærisveinar hans skelfingu lostnir vekja hann og hann spyr: Hví eru þið hræddir? Já, hvers vegna voru þeir hræddir? Þeir höfðu séð Jesú gera kraftaverk, en kannski blundaði í þeim að hann gæti ekki hvað sem er. Við þekkjum það kannski sjálf að hafa sett trúnni skorður. En lærisveinarnir mega eiga það að þeir báðu Jesú hjálp, bjargað okkur. Og hann stillti vind og vatn svo varð stilli logn. Sennilega fengu Jesús og lærisveinar hans fari yfir vatnið með einhverjum öðrum. Því textinn segir að mennirnir sem voru með þeim undruðust og sögðu: Þvílíkur maður er þetta. Allir lenda í einhvers konar mótlæti eða hremmingum á lífsleiðinni. Þarna bjargaði kraftaverki Jesú fleiri heldur en þeim sem bara fylgdu honum. Allir í bátnum björguðust og kannski tóku einhverjir þeirra trú á eftir. Þetta ætti að vekja okkur til umhugsunar að bænasvör sem okkur hlotnast geta blessað ótrúlegan fjölda manna í kringum okkur. Til dæmis samferðamenn sem við þekkjum ekkert og sjáum aldrei aftur. En hvílík gleði er það þegar við áttum okkur á því að blessanir Guðs okkur til handa geta framlengst til barna okkar, fjölskyldu og vina. Því öll velgengni hefur áhrif út í umhverfið. Leið og við hleypum Jesú inn í líf okkar, höfum við verið endurleyst til Guðs ríkis. Það þýðir ekki að þá sé búið að pakka okkur inn í bómull. Lífið heldur áfram í öllum sínum fjölbreytileika og þar togast áfram á rétt og rangt. Heimurinn mun toga í okkur, við munum verða fyrir mótlæti, en Drottinn getur breytt stormi og ólgu sjó í blíðan blæ. Í Nahum segir: Drottinn er góður, athvarf á degi neyðarinnar, hann annast þá sem leita hælis hjá honum. Og í Lexíunni segir: Þakkið Drottni því hann er góður, því að miskunn hans varir að eilífu. Já, gleymum ekki að þakka. Lærisveinar Jesú voru fiskimenn. Þeir þekktu vatnið og hætturnar sem fylgdu þegar þeir voru á veiðum. En sem lærisveinar lögðu þeir netin á þurru landi til að veiða menn í Guðs ríki. Jesús sagði við þá: Komið og fylgið mér og ég mun láta ykkur menn veiða. Sjómenn nota ólík veiðafæri eftir tegundum og hafsvæðum og á sama hátt nota lærisveinar Guðs ólíkar aðferðir við boðun orðsins. Í pistlinum er frásögn af sjóferð. Páll póstuli er fangi en hann hafði skotið máli sínu til keisarans og þess vegna átti að flytja hann til Rómar. Honum ásamt fleiri föngum var komið í skip. Siglingin var treg og sjóferðir orðnar hættulegar, segir í kaflanum. En frásögnin er í stórum dráttum þannig: Nú rann á hægur sunnan vindur, þeir léttu ankerum og sigldu fram með Krít nærri landi. En áður en langt leið skall á af landi fárviðri hinn illræmdi landnyrðingur, kannski sama norðanáttin og var í Guðspjallinu. Skipið hrakti og varð því ekki beitt upp í vindinn. Þeir slógu undan og létu reka og dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu. Vonin að komast af tók að dvína, svo þeir ruddu skipið og köstuðu út búnaði til að létta það. Og þeir höfðu ekki borðað lengi. Þá stóð Páll upp og mælti: Góðir menn, þið hefðu átt að hlíta ráði mínu og leggja ekki út frá Krít.
Þá hefðu þið komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég ykkur til þess að vera vonglaðir því að enginn ykkar mun týna lífi, en skipið mun farast. Því að í nótt stóð hjá mér engill þess Guðs sem ég tilheyri og þjóna og hann sagði, óttast þú eigi Páll, þú átt að koma fyrir keisarann. Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa, verið því vonglaður góðir menn, ég treysti Guði að svo muni fara sem engillinn sagði. Já, við eigum máltækið skjótt skipast veður í lofti og þá á ekki síður við í lífinu. Eitt feilspor og lífið hefur tekið uppbeygju. En það virkar líka í hina áttina. Eitt gott verk og lífið tekur uppbeygju. Þó Páll væri fangi og í sjávarháska þá gaf hann samferðamönnum sínum von þegar von þeirra brast. Í vonleysi hvatti hann þá til að vera vonglaðir. Ekkert í frásögninni benti til trúar hinnar en trú Páls bjargaði þeim öllum. Guð gaf honum að þeir myndu allir bjargast. Páll gat hughreyst samferðamennina því að hann treysti Guði. Það er erfitt að sjá ljósið þegar maður situr í myrkri en Páll sat í ljósinu og í ljósinu sá hann ekki myrkrið. Í erfiðum aðstæðum er mikilvægt að gefast ekki upp, halda í vonina hversu lítil sem hún er, því að hún getur leitt af sér stærri sigur. Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfir. Í merkingunni, þú leggur af stað, Guð leiðir þig, réttir þér réttu verkfærin og gefur þér tækifæri. Það gerist ekkert ef þú situr kjur og aðhefst ekkert. Og baráttan verður léttari þegar þú ert sigurviss. Munum að Guð hefur alltaf velferð okkar í huga. Ég byrjaði á því að fara með sjóferðabæn og ég ætla að enda á þakkarbæn. Við þökkum þér algóði Faðir að þú hefur gefið okkur auðug fiskimið. Við biðjum þig að hjálpa okkur að gleyma ekki hver dýrmæt sú gjöf er og hversu lífs afkoma okkar og velferð er háð vinnu þeirra sem sækja sjó. Við minnumst allra sjómanna og biðjum þig að fylgja þeim á ferðum þeirra, vaka yfir þeim í hættum og erfileikum, bjarga þeim úr öllum háska og leiða þá heila heim til hafnar. Blessaðu þá sem hafa hlotið hina votu gröf og hugga ástvini þeirra alla. Fyrir Jesú Krist Drottinn vorn. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.